Komið sæl og verið velkomin í podcast átt númer 131 hérna á K.is. Liverpool var að spila við West Ham helgina, jafntefli á Anfield og við höfum oft verið glaðari heldur við erum kannski á akkúrat augnablikinu en við ætlum þó tala okkur í gegnum þetta næsta klukkutíman eða svo. Og það er fullt hús á línunni í dag. Einar Örn, þú ert mættur frá Svíþjóð. Hei. Sæll blessaður, velkomin aftur, Snakes. Takk hérlega. Maggi, þú ert mættur? Já, algjörlega. Kristján Atli. Já, sælir. Herðu, Sigursteinn er alveg að detta í hús en Kristján, Sigursteinn blessaður og sæll og velkomin. Blessaður, þakka þér. Herðu, Kristján, byrjum á þér aðeins almennt bara þennan West Ham leik. Já, elskan. Það er orðið svolítið erfitt á móti Bílíts. Hann sama hvaða liðan stjórnar West Ham í þvílíkra lagði eða Besiktas í Europa League og hvar við reyndum 3 sinni fyrra eða 4 sinni fyrra. 2 núna þar og við vinnum bara aldrei. Já, hún gleyma því að hann náttúrulega tók okkur í rassasann með Besiktas. Ég unni ekki West Ham alla 3 gegn Liverpool í fyrra. Já, eitt jafntefli gegn þetta kjúklingaliði hjá okkur, sko. Þeir hefur reyndar, eitt sem svona kannski fór fram hjá manni fyrir þennan leik var að þeim hefur gengið betur náttúrulega á útivelli heldur en heimavelli á þessu tímabili út af þessu brasi sínu á nýja heimavellin. Þannig að ætli það getum við ekki bara sagt að það hefur verið óskamótherjum fyrir þá að fá að heimsækja Liverpool mitt í þessari stórkostlegu lagsinni. Það hefur verið fyrir þá svona eins og fyrir okkur að fá eitthvað neðri deildar lið í heimsókn í bikarnum með eitthvað til að koma sér út úr kreppu. Þannig að eftir á hyggja þá kannski, ég veit ekki, þá var þetta kannski bara eitthvað sem var alveg ljóst að myndi svona fýra þá upp og keyra þá í gang. En frá Liverpool sjónarhorninu þá er þetta náttúrulega bara algjör skita og það liggur við að maður tala meira en 2 stig töpuð helgin. Þetta var svo þungt og sárt einhvern veginn. Já, þú líka verður viðurkennt þetta skrifast á þig. Þú varst ansi kóngrestur í stöðunni 1-0, sko. Já, ég fór ansi langt. Ég var í alvörunni þegar við komist yfir. Þá fyrsta hugsunin hjá mig var nú fæ ég glasið hans Einars í hausinn. Fyrir þá sem ekki vita þá er Einar Matthías mjög jinx-hræddur einstaklingur og í stöðunni 1-0 þá fór ég að segja við strákana að þetta er alveg svona 3-4-0 í hálfleik og þegar þeir jöfnuðu mér þess að sagði við Einar hafði engar áhyggjur við rústum þessu. Og hann sjá hvað ég kemist langt með en svo bara komist þeir yfir sem ég átti náttúrulega engan við vona og þá er ég farin að hafa áhyggjur á öryggi mínu á staðnum. Réttilega, sko. Ég tek þetta á mig, byrð hér með formulega afsökunar, ég skal ekki stríða þessum aftur. Bara til öryggis. Einar, þessi 2 leikir eru ríka skiptingar og við horfum á bekkinn þegar okkur vantar eitthvað líf hérna síðasta hálftímann og það er ansi lítið í boði. Er þetta ekki bara það sem er að klúra þessum stigum hjá okkur? Hópurinn er orðinn allt og þunnur með fjarverum þessara strækjara. Jú, en samt við skorum 5 mörk á síðustu 2 leikjum og fáum út úr því 1 stig og svona aðalmeðslavandræðin eru kannski fremst á vellinum þar sem hann líður eins og þetta sé allt í rugli með Sturridge-meiðsli og Coutinho-meiðsli en við erum samt að skora 5 mörk í 2 leikjum og það ætti að duga. Það myndi duga Chelsea til að fá 6 stig og flestum liðum. Og meina, fyrir ekki að West Ham leiknum voru að spila með okkar bestu vörn, en samt fá á okkur 2 auðlamörk, þannig að ég veit ekki, mér finnst það svona mjög erfitt eitthvað að auðvitað er þetta hræðilegt með þessi meiðsli, en samt það á að duga að skora 2 mörk á heimavelli gegn svona liði. Það er svolítið skrítið að ég veit ekki hvort þetta er rétt heldur að tala um varnarleikinn hjá okkur að manni finnst svolítið bit fara úr honum. Bara með því að rugla svona röðinni á og setja Origi upp á topp sem að toppstrækjar er búinn að skora í öllum 4 leikjum núna undanfarið. Það er eins og það vanti samt upp á varnarvinnuna bara fremst og það háir svolítið liðinu. Það kom til dæmis í seinni hálfleik og þessum leik fannst mér mjög flott þá náðu þeir tilbaka en það var bara seint. Ég hef alveg klárlega auðvitað er ég ekki að segja að þetta hafi ekki áhrif á sóknarleikinn. Mér finnst klárlega að vera svona bara ég er auðvitað kannski svona eins og flestir Liverpool-stuðningsmenn sem er mjög svona tilfinningaríkur og svona fer mjög fljótt upp og mjög fljótt niður og manni finnst einhvern veginn að þetta lið eins og það búið að vera í síðustu 2 leikjum, mér finnst einhvern veginn svona við erum einhvern veginn erfiðara að skora. Þetta er einhvern veginn að þarf að hafa meira fyrir þessu heldur en liðið var að hafa í byrjun tímabils og þegar að Coutinho og allir voru þarna inn á Þannig að og það er auðvitað klárlega eins og maður sé svona mun á því
eins og með Origi, þú veist, hann sé fínn og hann ungur og allt það, en hann ekki að skila, þú veist, hann ekki eins góður framherji augljóslega Daniel Sturridge og hann ekki, þú veist, hann vinnur ekki að vel og Firmino, þannig að hann klárlega þarna þriðji besti kostur til að vera þarna sem fremsti maður, en hann þetta bara þarna vegna þess að við neyðumst til að hafa hann þarna. Þetta svolítið gott Maggi, við reyndar tókum nú svolítið spjallið á leiknum að sko, áður en við förum kannski tökum markmanninn sérstaklega fyrir þá þetta nú kannski ekki tilviljun undanfarnar 6 vikur að sjá svona rytman fara á liðinu með við meiðsli, þú veist það engin nema Coutinho okkur langtíma meiðsli en við höfum verið að missa Coutinho, Firmino, Mane, Lallana, Wijnaldum, Kahn, Matip, Lovren, Sturridge, Ings, þetta orðið svolítið blóttaka fyrir liðið, við hljótum að túlka það þannig allavega undanfarnar leiki þó að reyndar þessi mörk, þú veist að, ég veit eins og Klopp sagði, þetta náttúrulega svolítið svona flúk sem allavega sérstaklega annað markið, sko. Já, það sem mér fannst náttúrulega verst við þennan leik í rauninni var það að sjá að það var, mér fannst í rauninni það sama gerast í þessum leik þarna í ákveðnum kafla í fyrri hálfleik eins og gerist í Bournemouth-leiknum að þú veist, það var ekkit óvænt að West Ham skoraði þó að Klopp tali það að þetta var aukaspyrna og happening og við höfum ræða markmannin því örugglega að þú veist, ef við skoðum bara tölfræðinni í fyrri hálfleik þá eiga þeir fleiri skot á markið, þetta 50-50 og við létum bara svolítið búlja okkur út úr leiknum og mér fannst það að gerast á nákvæmlega sama hátt og Bournemouth leikurinn var og í rauninni þegar maður fór aðeins að skoða þegar maður settist niður og var svona aðeins að reyna að hugsa sér hvað í gegnum þetta þú veist, þá þetta svolítið búið að vera gangurinn í mörgum leikjum hjá okkur í vetur að við náum einhvern veginn ekki að halda út nema kannski 60-70 mínútur í þessum hamagangi sem við vorum að gera. Ég meina í seinni hálfleik West Ham fékk einhverja skyndisókn en í seinni hálfleik vorum við bara algjörlega á þeim, skorum þetta mark og markmaðurinn alltaf vörslu í lífsins að Henderson, Klein fær færi við erum að pressa það og gera allt það sem við erum að gera, þannig að í rauninni 60 mínútur af þessum fótboltaleik fannst mér liðið vera að gera hlutina mjög vel í 30 mínútur af þessum fótboltaleik var liðið að gera þetta mjög illa, ég ætla algjörlega að deila skoðun Einars Arnar með Origi þó hann sé góður klárari þá hann ekki góður í þessari pressu okkar og mér hefur fundist náttúrulega það alveg sláandi hvernig Firmino hefur leikið núna eftir að við misstum Coutinho og hann virtist algjörlega týndur og ég svo sem eins og við ræddum yfir leiknum að hann virðist eiga mjög erfitt þarna úti á vængnum öðrum megin, Mane kannski svona sá þeirra sem hefur verið svona minnst virkur í pressinu hingað til og þannig að mér fannst það sem ég fannst erfiðast við það og það kannski ég veit ekki út af hverju það hefur lítið verið tekið, mér fannst í rauninni sömu elementin og klikkuðu í Bournemouth-leiknum klikka aftur þarna í einhvern hálftíma í West Ham-leiknum og ég alveg sannfærður það að það var ekki tilviljun að West Ham mætti þarna í fyrri hálfleikinn með þennan leikstíl sinn að setja boltan svolítið hátt og yfir, ekki vera að liggja tilbaka og reyna að pressa okkur ofarlega og vinna boltan hátt og þeir fengu fleiri horn og þeir voru á þessum stað sem við vorum vegna þess að við vorum bara einhvern veginn orkulitlir og svona linir eins og mér fannst þess að síðustu 20 mínútur á móti Bournemouth vera og við getum hort á fyrsta leikin í mótinu, vorum 4-1 yfir á móti Arsenal, vorum að krúsa þar, endum í 3-4, við erum innan Tottenham leik einhvern veginn alveg, lendum að gera jafntefli þar, þannig að þetta alveg búið svona, við erum búin að sjá allavega nokkra svona leiki þar sem að orkan einhvern veginn dugar ekki heila leik og þá virðist við vera líka, þá virðist við vera frekar linir varnarlega, því að það náttúrulega eins og Einar Örn segir að það að skora 5 mörk á móti West Ham og Bournemouth á að dugar þér að lágmark til 4 stiga og helst 6 og það bara, þannig og auðvitað hefur öll umræða núna snúist yfir í það að hvort það sé komið þannig, hvort það komið einhver þreyta eða hvort það sé búið að finna leiðina til þess að vinna á þessu kamikaze pressu sem var í upphafi mótsins, það bara lengja boltanum yfir á varnarmennina og koma með liðinu ofarlega og setja pressu og við erum að fá 2 alvöru próf og það vonandi bara voru þessi 2 leikir einhver blipp en það sem ég hræddur við það mér fannst að það sama klikka í West Ham-leiknum eins og í Bournemouth-leiknum. Heldur það Steini að þessir þetta eins og maður gerir að tala að núna eru komin í desember, það var margir búin að tala að við ættum að bíða aðeins með þegar líður inn í tímabil að meta þetta lið, núna erum við að lenda í hellingsmeiðslum
þú veist svo sem séða svartar en þetta er samt orðið töluvert allavega fyrir að taka rosalega bekknum og og við erum ekki enga veginn sama lið núna undanfæri mánuði eins og við sáum í byrjun tímabils. Heldur þetta sé farið að þetta er svona eldi viður fyrir hetjur eins og Verheyen og fleiri fitnessgúra. Ég verð ekki til það. Nenni ekki að gefa sko orð á það skvaldur sem í honum sko. Í rauninni sko ég alveg sammála ykkur í að sko fyrri hálfleikur á móti West Ham var ekki góður, þá er ég ekkert endilega að meina sko mörkin heldur, við ræddu það þarna yfir leiknum að það var ekki sami kraftur, það var ekki sama hápressa. Mér fannst liðið í seinni hálfleik og þá fannst mér að við sjá aftur svolítið Liverpool-liðið, en þá voru við náttúrulega komnir 2-1 undir. Ég veit ekki, mér finnst það er eins og með þessi 2 mörk sem við fáum á okkur á móti West Ham. Og eigum eftir eins og þið margótt búin að tala eigum eftir að koma sinna markmanninu eftir en eins og þetta fyrra mark þetta svona röð af vittleysu og það var eins á móti Bournemouth það eins og við bara séum með einhverja sjálfseyðingar hvöt inn á vellinum, ég meina aukaspyrnan hjá Lallana, hún alveg út úr korti beint þarna fyrir framan. Lovren hleypur og myndar glufu á veggnum svo að Payet geti skotið í gegnum hann. Og síðan náttúrulega Karius þátturinn átti náttúrulega að taka hana bolta. Og síðan sama með seinna mark, ég meina flikk frá Henderson sem setur allt úr jafnvægi. Það er eins og við séum með einhverja svona bara meðfædda og ómeðvitaða sjálfseyðingarhvert þegar það kemur að því að skapa færi fyrir andstæðingin og koma andstæðingnum í marktækifæri og við sáum það líka móti Bournemouth. Við tölum það í síðasta podcasti. Þeir eru líka mikið af dauðafærum á móti okkur, þessi 2 lið undanfarna leiki. Þeir eru með fleiri svona eins og flokkað clear cut chances á móti okkur heldur en við höfum verið á móti þeim sem er bara algjör viðsnúningur á allavega byrjun tímabilsins í flestum leikjum sko. Sko það er alveg klárt að alveg eins og við vorum að tala að eins og sérstaklega í fyrri hálfleik á móti West Ham átti ekkert í seinni hálfleik í þessum leik, ekkert. Eins og í fyrri hálfleik, það er ekki sama grimmd, það er ekki sama hápressa og hefur verið undanfarið. Við sjáum alveg að Lallana er ekki sami maður og hann var fyrir meiðsli ennþá þegar kemur að pressun. Við erum farnir að finna verulega fyrir og horfandi á bekkinn hjá okkur, sko, bara hvað átt að setja inn og ætlar að fara í svona stöð að setja eitthvað 17 ára gamlan ungling inn í liði. Þannig að við erum bara að finna... Þetta er reyndar sveinar. 2 og 3 mörk bara á að duga, þú veist það. Þetta ánáttúrulega bara að duga okkur, en þessi mörk sem við erum að fá okkur, þau eru bara svona röð af einhverjum aulagangi. Það er ekki tækt að benda á okkur 1 eða 2 eins og margoft hefur verið að reyna að gera núna. Einar, ég verð að vera svolítið sammála Steinar þarna. Ég held þetta sé svolítið svona við erum að reyna að finna einhverja gullna ástæðu sko, er þetta Klopp að kenna, er þetta Karius að kenna, er þetta vörninni, eru menn kærulausir, ég held þetta sé svolítið allt sko, þegar þú lendir í nokkrum meiðslum og við vorum að tala fyrir leik núna helgina að enn og aftur eru við komnir í þann pakka að það er verið að fara að rótera miðvörðum út af meiðslum alltaf frá leik til leik, það er núna 3 eða 4 í röð með 9 miðvörðapari og það eru meiðsli sem að svona líka, við sjáum það á bekknum kannski, þó svo kannski liðir að skora 5 mörk í 2 leikjum og þá kannski finnst mann ekki eins og það sé endilega eitthvað stóra atriði að Danny Ings sé ekki á bekknum sem að kostar okkur þessa leiki eða Sturridge eða eitthvað. En þú veist, þetta er svona einkenni á því að þegar það er komin svona kannski smá þreyta eftir keysluna í haust og síðasta landsleikjahlé og þú ert komið með smá meiðsli í hópinn og þetta er svona orðið örlítið þyngra, það var það á móti til dæmis Southampton og Sunderland og Leeds en samt unnu menn 2 og náðu einu jafntefli þar og heldur hreinu í öllum. Og þegar þetta gerist að þá reynir á svona mental styrkin hjá liði og þar í rauninni gerist það hjá Liverpool að þeir bara byrja að skjóta sig í fótinn. Og hvað sem við erum að kenna, við getum talað sko, þú veist, Matip lítur illa út í marki, Lucas leit illa út gegn Bournemouth og Lovren líka, þú veist, við getum talað svona Karius, við höfum eftir að tala hann og eftir. En það sem gerist í rauninni bara hjá liðinu sem heild er það að menn
þegar það kemur svona smá mótlæti að þá það svona kannski það sem finnst í rauninni verst við þetta, verra heldur en eitthvað Karius eða Lovren, Matip, whatever, það það bara að liðið stendur ekki, það eins og það finn ekki hérna, heyrðu, ok, þetta ekki að flæða hjá okkur núna, þá verðum við bara að fara í skotgrafirnar aðeins og gera þetta á annan hátt, en við gerum þetta, við látum þetta virka því að menn ætla sér að gera hlutina og ef við hugsaum til dæmis aftur í tímabilið 13-14 að liðið var ekkert alltaf að vinna Arsenal 5-1, það komu fullt af leikjum sérstaklega þarna í lokin þar sem að menn voru að svona sneika 1-1 sigurleik hann eitthvað útivelli á móti Swansea og West Ham sem voru mjög tæpir og ekkert fallegu fótbolti og annað en menn voru samt að láta hlutina gerast til þess að halda sér í baráttunni og halda sér á toppnum og það það sem að þetta lið þarf að sýna okkur að þeir eigi til núna, þeir eru búin að sýna okkur nóg af því hvað eru góður í fótbolta í vetur og hvað þetta hæfileikaríkt lið, núna blæsa eins á móti og það ekki mikið breytt og annað og það eru 2 útileiki framöndan. Nú ég bara að fá að sjá það að menn hafi getuna til þess að klára leiki á hinn háttin. Látum það loka þetta í bili Einar, tökum aðeins þinn vinkil á, við tókum smá spjallum þetta félagarnir Karius, ég veit ekki hvort hann sé, blaðamaður sem tók viðtalið við hann, var nú að verja hann eftir það helgina en hann alltaf var alveg gefið að það yrði blásið allt upp úr öllu valdi sem myndi bara gerast í þessum leik, bara ef Liverpool fengi á sig mark þá yrði það blásið upp. Hann, það komið eitthvað stríð milli Neville systrana og jafnvel Carragher og svo Klopp hins vegar þetta viðtal vitlar sig hjá honum eða finnst það að gera eitthvað rangt eða mega þessi leik, hann alltaf eins og mikið tjási nokkuð skapaðan hlut, þá allt blásið upp úr öllu valdi. Þetta skaðan Nei, mér alveg drullið saman hvort þetta skaði hann eitthvað sem skiptir þetta öllu máli bara hvernig honum líður sjálfum og hvernig Jürgen Klopp líður og þá var mér alveg drullið sama hvað pressan segir eða hvað við aðdáendur segjum. Ég ekki auðvitað hef ekki hund, ég veit ekkert sérstaklega markmenn og hvernig hann að standa sig svona utan það sem maður sér mjög greinilega og ég held að það sé bara svona þetta svo rosalega uppsafnað hjá okkur Liverpool stuðningsmönnum þessi pirringur út í markmenn við erum búin að vera að glíma við þetta í mörg ár að ég finnst bara að vera basically frá því ég man eftir mig fyrir utan einhverju 2-3 ár með Peppi Reina þá þetta búið að vera stanslaust strögg Þetta mjög góð punktur. Við erum að vera með Brad Friedel og David James og Chris Kirkland og alla þessar gauðar sem Gamlan Grobbela líka Já, og það einhvern veginn bara mann langar bara að eiga nokkur season þar sem við erum bara með markmann sem tekur þessa bolta sem maður kannski á ekki vona á svona fullt að vera hjá Minjoli, það var mjög oft bara svona bolta sem hann var að missa inn sem maður hugsaði með svo, ég skil alveg hann hafi ekki varið þetta, en það hefði samt verið mjög næs ef hann hefði varið þetta. Og það eins og með þessa aukaspyrnu þarna gegn West Ham, ég veit ekki alveg, hvort hann eigi að verið þetta, og það búið, ég er búin að sjá fullt af dæmum á Twitter þar sem að einhver markmenn sem eigi að teljast miklu betur en hann sem hafa klikkað í svipaðri stöðu, Þannig að ég held að sé svona, En einhver markmaður í deildinni sem svona, við erum allir sammála að toppliðin eru með betri markmenn, en erum við ekki að sjá mistök sem stuðningsmenn, til dæmis Manchester alveg pirraðir yfir hjá DG jafnvel núna á þessu tímabili og tala ekki City og þessi lið, það kannski helst að nú veit ég ekki, náttúrulega bara horfa ekkert eins mikið á þessi lið eins og Liverpool. Ég held að menn svo Claudio Bravo til þess að ekki verið að spila betur heldur en Karius, en það þetta ótrúlega mikið hátt hlutfall af skotum sem kemur á markið sem að fer inn. Já, það eitthvað líka ansi mikið af þessum skotum, að fáu skotum sem Liverpool að hleypa á sig, það eru allavega svona undanfærið, það hafa verið allt og góð færi sem við erum að gefa eftir eins og þarna annar marki núna hann komin í gegn einn og það skrifað allt á Karius eins og þetta sé alveg hræðilegt í honum Nákvæmlega, en bara ég klári bara svona umræðin og margir getur tekið meira einhverja punta nákvæmlega hvernig markmann að standa sig. Mér finnst það bara fínt að Klopp rífi kjaft og mér finnst það bara fínt að menn hafa kjark til þess að tjá sig í fjölmiðlum og fara ekki bara inn í einhverja skel og fara að vorkina sjálfum sér og ég vil bara sjá að þessi strákur hafi sjálfstraust og
það er þetta sem koma út úr þessu. Hann er ekki keyptur til Liverpool af Jürgen Klopp nema að sé góður markmaður og það er bara vonandi að hann ná þessur út úr þessu. Hann þarf þetta, nú þarf hann bara að eiga, það var síðasta sem hann þurfti eftir Bournemouth-leikinn að fá þetta helvítis aukaspyrnu á sig, sko. En ég er ánægð með að menn sé að verja, að Klopp sé að verja hann og hann tjái sig bara svona opið, sko, þetta. Það var grifið þetta, ég sagði nákvæmlega þetta Einar þegar sem við sátum þarna saman upp í Egilsvöll, verandi markmaður sjálfur og bara í þessum pælingum, þá er þetta eins og þú segir, þetta er uppsafnað, það er að kalla eftir mér til að svolítið lýsa því á Twitter, þá voru menn að segja, kipum bara Danny Ward heim úr láni, sko. Það er engin þolinmæði fyrir Karius, þessi ungur þjóðverji og sem mönnum var spennandi í haust og það er auðvitað því að við erum búin að vera með Kirkland, við erum með Dudek, við erum með Westerveld, Reina, við skulum ekki gleyma því að síðast árið sem að Pepe Reina var hjá okkur, þá var hann náttúrulega algerlega vonlaus. Hann var bara átti ömurlegt síðasta tímabil með Liverpool þó að það sé allt gleymt í minningunni og hefur ekki varla að spila leik síðan, sko. Svo lendum við kaupum við Minni og Leys sem ekkert bætir upp og svo kemur þessi strákur og það sem er auðvitað það sem það er orðið svo leiðilegt í þessu lífi, það er þessi fyrirsagna eltingaleikur sem er endalaust verið að búa til og það er búið að búa þetta til með Karra. Ég held að Karra segi alveg það sem á einhvern veginn bara mínu viti mjög vel við. Á móti náttúrulega þetta ótrúlega þvæla Hans Neville það að hann átti ekki að fara í þetta viðtalsstrákur, þetta bara tónkjæft. En var þetta ekki eftir lagi á Klopp líka, svara hjá honum? Jú, algjörlega, þó með svo draga einhverjir pappakastar upp það að ég er ekki, ég veit hver steikin er en ég þarf ekki að vera góður kokkur, þetta er alltaf bara kjánalegt og algjört bull, þannig ég er alveg sammála Einari því, það var gott að verja hann, en það er auðvitað þetta sem er að gerast, við erum undir uppsafnaðir og ég svo sem varaði við því hérna gegn sumarið og haustið að menn voru einhvern veginn að reikna með að við værum að fá þarna einhvern bjargvætt, 23 ára óreyndur strákur er ekki bjargvættur og náttúrulega umræðan í markmennina er náttúrulega, hún einskorðast við Claudio Bravo og Karius. Bravo gat náttúrulega ekkert á móti Leicester, sko. Hann var algjörlega galinn og auðvitað þetta alveg núna. En Steini, það er alveg eins, nei Steini fyrir ekki, Maggi minna ég, er alveg eins þar í þeim leik, ég horfði nú á þann leik, þau voru með 3 bakverði held ég í liðinu og 1 á miðjunni eða eitthvað álíka, sko. Er ekki, eins og Liverpool með hvernig varnarleikurinn er stundum, ég meina, það er ekki tilvílun þessi lið er að leka inn meira og verri mörkum út af því að varnarleikur, bara tala ekki spilastíðin hjá báðum stjórum er bara allt of segi ég, er alltaf miklu opnari heldur en til dæmis Chelsea. Það er miklu einfaldara að vera frábæri á Chelsea og Tottenham sem eru með... En það er samt þegar Einar, til dæmis að því ég reyndi að gera nú ekki endalega mikið að ég horfa á Manchester United, en það sem að til dæmis í Everton leiknum þar á undan, við utan en að Tottenham leik sem að United virtist nú sigla nokkuð þétt heim, þar sem að sá að restin allavega. En það er samt þannig að þú þarft einmitt eins og Einar segir, í klúbbi eins og Liverpool, ef þú ætlar að verða meistari, alveg, af því það er verið að tala slippið hans Gerrard á sínum tíma, sko, að ef þú horfir á þessi lið sem að til dæmis þegar United þarf að koma upp með sitt lið með Schmeichel, þá varstu með markmann sem að bjargaði þér og við höfum ekki haft svoleiðis markmann í rauninni síðustu bara 5 árin og það eru þetta bara alveg óþolandi að fá markmann sem leit illa út og Karius, alveg svo ég er alveg samanlega Karius lítur mjög illa út í báðum þessum mörkum. Það er ekkert að kenna honum mark nummer 2, hann náttúrulega mínúti alltaf að taka mark nummer 1. Alveg svo Minni og Leys á móti, þetta er þetta nákvæmlega sama og Sunderland skoraði úr í fyrra aukaspyrnumarkið. Það sem heitir veik hendi og hann á alltaf að klára. En það er einhvern veginn þannig að við þurfum að fara að eignast markmann, sama hvern anskotan hann heitir og hvaðan hann kemur og hvort hann er með flott hár og hvernig búningurinn er, sem tekur eina vörslu sem reddar okkur í leik og það er bara valla búið að gerast í alvöru tala og maður situr og veltur í sér upp úr þessum tapleikjum endalaust á þessu klúröllu og þá fór ég að hugsa hvenær vann markmaðurinn okkar leik síðast og veit að ég bara man það ekki og það er óþolandi. Ég get alveg talið upp hvað De Gea gerði, ég meina Courtois bjargaði þeim tvisvar þarna núna nýlega í leik sem ég sá það sem að var að taka einhverja heimsklassa vörslur í leik sem við runnu 1-0. Við einhvern veginn gerum jafntefli og meiri sé að þegar við erum búin að missa leikinn okkur niður í jafntefli, fá okkur mark í 3-4 mínútu uppbótartíma og klúðrum einu stigi niður í ekkert og við verðum bara einhvern veginn að fara að laga það og þegar kemur upp þessi ótrúlega umræða þennan ágæta markmann sjálfara Liverpool sem kemur alltaf upp. Ég ætla að fá að klára nefnilega það, svo má taka við það, því ef við hugsum út í það,
þessi markmenn sem við höfum keypt, og við skulum ekki bara taka Mignolet, taktu Kirkland, Dudek, hvað heit hann, Scott Carson, Sander Westerveld, Pepe Reina, hvað hefur orðið úr þessum markmennum eftir þeir fóru frá Liverpool? Það ekki þannig að markmannsþjálfari, hann búi eitthvað til, þú þarft að hafa ákveðin element, að mínu viti hefur Mignolet sýnt ákveðina á svona uppbyggingu og það sem þarf að einhvern veginn að sást það að þú getur ekkert hent í hann einhverju efni og sagt, herðu, gerðan bara kláran hérna bara núna í næsta leik og ég meina mér að De Gea búin að vera með eitthvað 3-4 markmannsþjálfara í United. Þetta snýst það að við þurfum að fá að mínu viti, leggja peningi í það, þannig í þessari stöðu núna, ef þetta gengur ekki upp með Karius, þegar það ekki að útsið með það, þá þarf bara að kaupa heimsklassa markmann. Bara í janúar, sumar, við alltaf Steini, þetta mjög góða punktar hjá Magga, en ég var líka eitt sem að velta fyrir mér af þessum David James, Mignolet, Kirkland, Karius og hvað heita allir núna undanfarin bara 20 ár eða eitthvað. Hefur þetta ekki allt verið markmenn? Ég gæti verið að segja mismenn, en þetta ekki allt búið að vera eitthvað, og mér segja Friedel og allir, búin að vera 23-25 ára þegar þeir komið til Liverpool. Við hefum ekkert verið með neitt svona reynslubolta í markinu, ekki nema þegar að Reina var náttúrulega bara búin að vera hjá okkur það lengi, en ekki það að það hafi eitthvað verið skárra. Já, Dudek náttúrulega ekkert neitt kollungu þegar hann kemur, hann kannski svona, en hann ekkert nafn þegar hann kemur, sko. Hann Það í rauninni, og ég alveg samanlega Magga, sko, ég skil ekki þessa markvarða þjálfunar umræður, sko. Nei, það ekki bara mjög, það ekki bara við erum að renna alltaf blind inn í sjóinn þar, við bara, þú veist, ef Klopp getur ekki með það, þá getur ekki nóg. Við erum náttúrulega búin að vera, sko, við erum náttúrulega búin að vera að kaupa, eins og við tölum alltaf einhverja efnilega markverði. Við erum Kirkland, Theodor Kirkland, Scott Carson, þetta voru 2 efnilegustu markmenn sem höfðu komið fram á Englandi. En síðan þegar við kaupum Dudek og Westerveld, það veitir henni engin hverjir eru þegar þeir koma. Það bara, þetta henni fyrsta sem að heyrist það. Þannig að, og Mignolet jú búin að sanna sig hjá einu af botliðunum í deildinni þar sem hann fekk brjálæðislega mikið að gera og átti flottar vörslur og leit vel út oft á milli stangana þess vegna en var að fá að sig fullt af mörkum. Ég held að mér finnst svolítið hart að mála þessi mörk hjá West Ham á Karius. Ég alveg sammála því að hann átti að gera miklu betri fyrir markinu. Hann í rauninni að taka þann bolta, en ég búinn að fara yfir það áður líka. Það eru aðrir sem áttu að gera ákveðna hluti þar á undan líka. Hann átti í rauninni ekkert að fá þetta skot á markið, en þetta var alls ekki nógu gott hjá honum. Mér finnst í rauninni seinna markið, come on, þetta maður komin inn á móti markmanni, það í rauninni akkurat, eins og við vorum að tala eitthvað ekstra að hirða þennan bolta, og það eiginlega það sem að málið snýst svolítið og það sem að vantar svolítið, og ég svona svekktur með varðandi Karius að ég væri til í að sjá þetta ekstra. Okkur vantar aðeins ekstra, en nákvæmlega svo þú sagðir hérna í inngangnum að þessu, við erum ekkert í verri málum markvarðarlega séð á seasoninu heldur en lið sem við erum að keppa við eins og City og ég hugsa að ég sé búin að gera fleiri feila en að móti kemur og þar liggur hundurinn svolítið grafinn og í jörðina, að hann samt búin að vera bjarga þeim í öðrum leikjum. En eins og Maggi sagði, ég man varla eftir því hvenær markmaður hjá Liverpool bjargaði hreinlega sigri eða stigum, og auðvitað erum við búin að sjá flottar vörslur eins og á móti Bournemouth átti Karius mjög flotta vörslu þegar maður var komin einn í gegn, en það er ekki að skila okkur einhverjum aukastigum. Nei, það reyndar, ég veit ekki hvernig við Manchester, en við náttúrulega líka, þegar lið sem fær svona færi á sig eins og við gert í allavega þessu tíðanbili, það er náttúrulega bara þurfum við meira frá þessum markmönnum, en við erum búin að taka þetta í hverjum þætti núna, aðeins að bíða með geima markmanns umræðana. Kristján Atli, ég með smá pælingu var þetta bakverðina hjá okkur sem var aðeins umræða eftir leik. Flestir taldi búin að vera mjög góðir og ég held að það sé nú allir sammála það og ágætis uppleggja bakunum, og það telur ekki það að liðið að skora ágætlega, en kemur nú frá þessum leikmönnum, allavega sérstaklega núna undanfari með að við hvað þeir eru búin að
Við erum búin að spila mjög mikið leikur okkar byggist rosalega upp á bakvörðunum. Ég var orðinn helvíti pirraður á til dæmis Milner í báðum leikjum sem með endalaust á frábæru sprettum fram, en þetta kemur eiginlega ekkert út í. Ég held að bæði Milner og Klein séu með stóðsendingu hvor og Milner náttúrulega með mörk úr vítaspyrnum, en ekki alveg að spurningu að gera kröfu meira á þessu. Ég meina, útskýrðu kannski fyrst fyrir mér áður en að ég þykist ykkur sérfræðingur bakverð en þá eftir 20 ár síðan ég var bakverður síðast. Segðu mér endilega, hvað viltu fá meira frá þeim? Ertu bara að telja í stóðsendingum með það? Já, ég er bara í þætti á mörkum. Ef þetta með bakverð sem spilar eins og kantmaður allan leiki með þetta marga inn í bóksið, þá vil ég bara fá. Ég velta fyrir mig hvort það sé ekki hægt að gera kröfu á meir úti, en þetta er mögulega ósanngjarnt með að liðir hefur sjálf skorað meira en varnarlega finnst mér það heldur verið frábærir frekar en bara varnarlínan, þannig ég er svona Já, en hugsun öðruvísi. Ég er að spyrja þig. Hugsun öðruvísi, því að við vorum að horfa á 4 saman, ég, þú, Maggi og Steinu helgina, og hvað kom það oft fyrir sem að við vorum pirraðir á því að það kæmi boltinn í tegin úr ágætri stöðu, hvort sem það var bakvörður eða Lallana eða eitthvað að gefa fyrir, eða manni eða eitthvað, og þeir sem voru í tegnum voru ekki að ráðast á boltan. Og ég man eftir allavega bara í hendingu 2 skipti sem var skipt beint á Klopp á hliðarlínunni, þar sem að hann æsti sig yfir því að það kannski Origi mætti á nærstöngina og hinir 3 tegnum horfðu á boltan og enginn þeirra fór á fjarstöngin og boltinn sigldi þar framhjá. Og svo ég nýti með mína takmörkuðu reynslu sem bakvörður sem að náði alveg upp í að æfa með meistaraflokki og FH þannig að hægt að spila fótbolta. Þannig að ég ætla ekki að láta eins og ég sé einhver John Arne Riise þegar kemur að þessum fræðum. En þú verður mjög, jú, það var alveg að síðustöld, en þú verður mjög fljótt pirraður þegar þú ert að komast í góðu stöðunar og það er enginn að skila sér í tegin. Er þessi boltar að skila sér frá þeim? Ertu að segja það? Nei, ég er að segja, en það sem gerist þá er að þá fara menn að reyna að þræða á mikið og ef það gengur ekki, þá eru menn komnir í falli á boltana. Og við sáum það í þessum leik til dæmis, síðustu 15 mínútur, þá voru Klein og Milner bara í keppnum það hvor þeirra geti látið boltan hanga lengur í loftinu áður en að markmaðurinn gripa. Þú veist, þá ertu komin í bara svona eitthvað vonleysi, bara ég set hann bara eitthvað staðar á vítapunktinn og vona að Origi ná honum niður og geti potað á. Af því að það er ekkert að gerast og það sem að mér finnst framlegðin hjá bakvörðunum, mér finnst hún vera svo einkennandi fyrir það sem er í gangi hjá spilamennsku liðsins, að við erum staðari í síðustu leikjum og það er náttúrulega ekki eins mikil hreyfing inn í bóksinu og það er náttúrulega því að Origi er öðruvísi framherji heldur en Firmino og gleymum því ekki að það vantar eitt besta svona inn á milli línana leikmannin í deildinni, Coutinho. Allt þetta hefur áhrif og mér finnst sérstaklega munurinn vera sá að mér finnst Milner hafa verið duglegri að koma sér ennþá inn á tegin og í stöður og ég meina það er úr þannig stöður sem að menn jafna leikinn að upp að seinna leiks. En mér finnst það hafa sérstaklega munurinn hinum en að Klein er ekki að komast í stöður og hann er meira einhvern veginn staður fyrir aftan Mane af því að það er ekki saman flæðið á framliðinu þá er eins og Mane sé meira úti hægra megin. Og í staðinn fyrir að skila sig meirinn á tegin eða jafnvel út á vinstrikanti eins og við höfum verið að sjá hann gera þegar hann var með Firmino og Coutinho og þeir voru einhvern veginn, það funkar miklu betur á milli þeirra þriggja hvernig, eða þú veist hver var staddur hverju sinni, ok, þá fer ég inn í teg og ok, nú er ég vinstra megin af því að Coutinho er dóttirinn á tegin og það vantar og ég veit ekki, mér finnst þetta bara að vera einkennandi, jú, þeir eru ekki að skila nógu en það er ekki held ég endilega því að þeir tveir vöknuðu miðjan nóvember og ákváðu að vera ekki jafn góðir bakverðir eða jafn öflugir fram á við eins og upphæðu tímabils heldur meira bara einkennandi fyrir leikliðsins að það er horfið svolítið hjá okkur flæði í síðustu 4-5 leiki. Ég skil ekki til dæmis eins og ég var að pirra maður á í leiknum gegn Vestam, okkur Moreno fær ekki séns. Mér fannst það, þú veist, þegar að... Sem það bakverðir eða framar eða hvernig? Já, bara þess vegna bakverðir eða, þú veist, mér finnst hann bara orðinn svo ótrúlega fljótur og, þú veist, hann kemur oft bara einhvern veginn, þú veist, getur hleypt svona leikjum uppdaldið og mann fannst einhvern veginn ekkert verið að gerast í seinni hálfleik, þannig að ég held að, þú veist, mér hefur klárlega fundist það að geta verið skipting sem að myndi hjálpa okkur, sko. Og Milner var hún sýnilega þreyttur líka. Já. Það hefði verið allt í lagi. Með við takmarkaði kosti á bekknum og hann notaði ekki innáskiptingarnar í seinni hálfleik því að hann hafði bara ekki trú á bekknum.
það greinilega segir okkur bara Einar hvað Klopp heldur Moreno, frekar heldur hann takir sjensin á honum þegar að liðið ekki einu svona að skapa sér færin til að ná sigurmarkinu. Mér finnst, mér finnst Moreno auðvitað, ég veit að hann auðvitað svona smá heilatur hvað var þar varnarverðuna stundum, en mér fannst hann alltaf hann mjög góður sóknarlega og mér finnst hann megi að fá fleiri sénsa, sérstaklega eins og þegar var á laugardaginn, þegar við erum augljóslega í vandræðum, þá skil ég ekki okkur, hann fær ekki. Og bókstaflega ekkert annað í boði heldur, sko. Nei, nákvæmlega. Þetta svona afskaplega lítill partur í pyrringan en með svona veltir þessu aðeins fyrir sig. Já. Ég minnst ekki að sætt neyru þessu, sko, en minnst það bara svona vera augljós kostur að prófa. Og eins og núna morgun þegar við erum að mæta liði sem erfitt og þá geti það vel verið, eitt svona kostur sem geti breytt sóknarleiknum okkar, sko. Hvort sem hann sem bakur eða framar á vellinum. Hvernig tökum þann bolta aðeins Einar áfram bara, förum aðeins að velta fyrir okkur þessu millispor og leik að við náttúrulega eftir að sjá hver verður meiddur, það líklega Lovren, það alltaf einn lykilmaður sem dettur út fyrir hvern einasta leik, ég held að það sé bara orðið regla, það ekki það bara, voruð við ekki að horfa í það bara að klafa hann inn og við getum eiginlega ekkert annað en óbreytt lið, ekki nema þá þetta sem þú ert að tala að Moreno kemur þá inn sem feskur einhvers staðar, einhver annar kostur sem við við erum að horfa framhjá. Nei, átti ekki Tjan að vera frá eitthvað lengur? Ég held að hann missa allavega á leiknum á morgun, sko. Já, þá var þetta bara sama lið, ég held að sé engin möguleiki. En ég hefði allavega viljað sjá Moreno fá eitthvað séns ef þetta gengur ekki alveg eins og með þessu byrjunarliði. Mér finnst einhvern veginn stundum koma vola lítið út úr Milner. Þannig að frábær að vissu leyti þá stundum með aðeins. Mætti ekki Moreno bara vera á kantinum til þess að geta sett Firmino aftur í framlínu? Já, ég veit að Origi að skora en það geti kannski bætt flæði. Ég held að það veri klárlega betra framlínu í okkur aftur og losaðu Mane og svo framvegis. Við getum grætt helling á því þó svo við missum markaskorar á bekki. Nákvæmlega, mér finnst að við alveg prófa að setja Firmino líka fremst. Ég held að það, hvort sem að Origi eða Moreno komið þarna vinstra megin, ég held að Firmino bara að fara fram. Hann var okkar besti maður í margar vikur og hann bara að hverfa í þessari stöð og það ekki bara vegna þess að hann saknar vinar síns, sko. Ég held að það sé bara staðan líka sem að gerir honum þetta, sko. Já. Mér fannst, Steini, fyrir ekki að maður geta þetta. Ég ætla bara að vera snöggur. Mér hefur það sem ég aftur á móti fundist vandamálið þessar mínútur sem Moreno hefur fengið í vetur, hefur hann ekki verið að leysa vel fannst mér. Mér fannst hann til dæmis segja alveg arfaslagan leik þegar hann var að spila þarna, var ekki lítið sem var í síðasta sem hann náði ekki að heilla mig og það sem að mínu viti hans vandamál náttúrulega það að hann náttúrulega ekki, finnst mér nægilega skynsamur varðandi alltaf þessa pressuvinnu sem en að móti, þú veist, þá erum við náttúrulega klárlega að lenda í vandræði með það að vera ekki með öfluga kost bakverðunum frekar heldur en í mörgum öðrum stöðum í brettinni, við kannski, þú veist, eins og Steini sagði áðan, við, allar þessar bekkjarpælingar okkar voru, þú veist, eitthvað svona, þú veist, hvað var sett inn, ok, láta Woodman laupa einmitt, láta Moreno prófa, þú veist, einhvers sagði út okkur, settum við ekki Lucas inn og ýttum hendur svona framar, við erum með eitthvað órænda hluti, á meðan við erum kannski Vestam gat sett það inn, menn sem að hugsanlega hefðu getað breytt leiknum meira heldur en okkar og það þetta segir þá, það sá svo Klopp einhverju viðtali, ég veit ekki hvar þetta var, það var allavega eftir leik, þar sem hann bara sagði það, við erum ekkert með mikla reynslu í framlínun okkar og þurfum eitthvað að skoða það kannski í janúar, ég held að menn hljóta að vera að skoða það, við vitum Er hann ekki bara að segja það, þú veist, Liverpool klárlega að fara að reyna að kaupa leikinn í alveg potið, ég meina Mane fyrir burt í mánuð, hvað ætlum við að gera þá, menn Sturridge, við veist, ég hef frábæra Sturridge þegar í fótbolta, þá það náttúrulega algjörlega ljóst mál að það ekkert hægt að stóla á hann, þetta hvað 5. árið hans eða 4. árið hans í klúbbnum og hann er aldrei náð meira heldur en 2 mánuðum heilum. Þannig að hann luxusspilari og Ríki ekki að skila nógu mjög til liðsins finnst mér og þá vantar okkur klárlega leikmann uppi. Börsið með hann Maggi, þá erum við líka að tala um Ojo sem búinn að vera meiddur, hann ekki ennþá búinn að spila leik út af meiðslum og Danny Ings sem hefði verið rosa góður kostur til dæmis á bekknum í þessum leik og síðasta. Bara bæði sem varnarmaður sem sagt sóknarlega eða þá bara hendunum fram, þetta svona þannig tegunda leikmann sem okkur vantar rosalega finnst mér á bekkinn og það höfðum við flott í byrjun tímabils að án þessara allra leikmanna þá, við nánast komumst ekki upp með það gegnum janúar finnst mér og ég skítræddur við þessa leiki núna út þennan mánuð að
fara inn í þetta sko. Reyndar megum við ekki alveg missa okkur í bölmóð, við erum að byrja betur þetta tímabil í stigalega heldur en 2013-14 og skora fleiri mörk, þannig að þetta er nú ekki alls bent, en þú séð mér vonandi bara smá dánkabla, en hérna. En það er mér viti, þá er það eitthvað sem við hljótum að líka voru svona velt upp núna í síðustu tveimur leikjum. Það er náttúrulega ákveðin skortur á breidd og ákveðin skortur á möguleikum til þess að breyta liðinu, og ég get alveg delt í með ykkur, ég myndi ekkert verða undrandi ef Moreno fengi að spila á móti Middlesbrough á morgun, en þar er aftur komið leikmaður sem er ekkert búinn að ná að sanna sig hjá klúbbnum, og við þurfum bara betri mann. Ég reyndar horfði á frábæran fótbolta í gær þar sem við vorum að spila með Arsenal, þar að Joe Gomez tekin út af við hálfleik. Það kemur ekkert á óvart að við segjum Joe Gomez í hópnum núna og jafnvel spila mánudag, því hann hefur litið alveg ótrúlega vel út í þessum 22 leikjum. Ég horfði á leikin í gær, hann var frábær í gær, og Ocho reyndar líka, orðið orkulegs, en Gomez... Spurði það, er hann ekki að koma líka til, en eins og hinnir, Cameron Brannagan og eitthvað svona sem hafa verið að spila hjá Liverpool undanfarin árið, er það einhver option? Ég held ekki inn á miðjuna, Brannagan er flottur og verður örugglega lánaður, en ég held að Joe Gomez, það kæmi mér ekkert óvart að hann væri kominn inn í ég held að hann verði í hópa á morgun, og ég held að hann verði mjög nálægt í einmitt að fara að leysa þessa bakvarðarstöður núna fljótlega upp, því að það sem hann var að gera í gær, hann var reyndar að spila hafsent og leit bara hrikalega vel út og verðist bara að vera í flottu standi og var að taka boltan og bera hann upp og senda á flott, þannig að vonandi hann að koma þarna til þess að auka breytin í varnarleiknum. Og Ocho náttúrulega skoraði fallegt mark að gera vel, en er bara ekki ennþá kominn úr meiðslum, en ég held að það sé stutt í Gómez og það gæti hjálpað okkur í þessum vandræðastöðum. Ég hefur ekki Klein spilað allar mínútur í deildinni hingað til, og það bara fer að verða erfitt, menn í desember ef við munum spila með sama byrjunarlið í kvöld og annað kvöld segi eins og við spilum á sunnudaginn og aftur á móti Everton, þá þýðir ekkit að berja hausnum við einhvern stein með það að í nútíma fótbolta þá ræður sama liðið ekki við að spila leiki á þessum tíma, í þessu tempói, lið sem allar sér eitthvað. Við verðum að geta hreyft liðið okkar einhvern veginn til á törnum eins og er að koma akkurat núna. Það er náttúrulega vandamál að þetta liðir þetta byggt upp fyrir tímabilið sem engin Evrópukeppni. Þannig að það skiljanlega hópurinn minni, að lið sem eru í meistaradeildinni eru náttúrulega geta róterað sínum hópi í desember þegar það er ekki verið að keppa, þegar búið að keppa í meistaradeildinni sko. Þannig að þetta er þetta bara vandamál sem við vissu þegar við að fara inn í þetta tímabilið að það væri mjög, tæft. Við erum samt að missa leikmenn í meiðsli á við meistaradeildarleiku. Já, nákvæmlega. Hvað með Sturridge, er ekkert komið neitt að reynd hvað Já, hann byrjar að æfa núna létt í vikunni, hann mögulega á bekknum móti Everton held ég hefði lesið ykkur staðar. Já, ok. Hann er allavega ekki með á morgun eins og flest allir aðrir. Mér finnst þetta er nú bara mjög algengt með okkur, við förum upp í hæstu hæðir og niður í lægstu lagðir á ótrúlega stuttum tíma og bara í byrjun þegar Kristján talaði að það hafi verið gott fyrir West Ham að mæta okkur í þessari djúpu lægð. Við töpuðum einu leik. Steini, ég meinti djúpulæðinni hjá þeim. Ég var að gera grín að því að þetta virðist vera lukkutröll gegn okkur. Það eru margir sem að álíta núna að við séum í einhverju suttalegri lægð. Það er hundfúlt og bara, maður getur verið alveg bara brjálaður að hugsa til þess og maður er búin að vera brjálaður eftir þessa leiki, eftir Bournemouth-leikinn að hafa ekki klárað þann leik bara 5-6-1, maður var náttúrulega hundfúll, þar sofnaði liðið í korter. Síðan kemur leikurinn þar á eftir, þar sem að við erum í svona 50-50 fyrri hálfleik, ekki betri, það voru einhverjir yfirbyrði hjá West Ham og eigum síðan seinni hálfleik frá A til Ö og hefðum mátt að skora þar sigurmark klárlega og það kemur náttúrulega einhver undraverð markvarsla þarna í veg fyrir það hjá West Ham. Þannig að það er óþolandi að vera Randolph í hinu liðinu, einhvern Randolph sem verður svona þetta á ekki að vera til. Og hann á aldrei eftir að gera þetta aftur, aldrei. En að því segir, við megum ekki tapa okkur heldur í að þetta sé allt bara í hershöndum. Við erum búin að vera, eins og við komum inn á, skapa okkur færi, við erum búin að vera skora mörk. En Steini... En mörkin sem við erum að fá á okkur eru náttúrulega áhyggjuefni, en ef við höldum áfram svona að skapa okkur færi, skora mörk í hverjum leik, þá er ég bara pottþéttur á því við förum aftur inn á sömu braut og við vorum
hvort sem að Coutinho verður frá næstu 3 leiki eða 4, við erum bara með það mikil gæði. Helsta áhyggjuefnið eins og við tölum áðan hvernig bekkurinn orðinn, hann rosalega þunnur en það bara, Leicester fór í gegnum síðasta tímabil á einhverjum 13 mönnum með eitthvað afleika og við erum ekkert í Evrópukeppni þannig að það ekki 13 menn eftir hjá okkur þannig að við verðum bara fara í gegnum það. Bara prísa okkur sæla. Það líka þessi umræða lægðina sem sýnur bara kannski ágætlega að væntingar okkar eru náttúrulega orðnar allt aðrar heldur en voru í upphafi tímabilsins þegar þú veist menn voru allir að spá okkur 7. og 7. sæti og nú náttúrulega erum við búin að vera síðustu mánuðin bara að hugsa titilin sko, ekkert annað. Og þegar við sjáum þetta lið eins og Chelsea, var einmitt að skoða meiðslalista, sko, Chelsea með, þú veist, það engin middur, það bara 0 meiðsli. Það bara eitthvað, meiðslalistin þeirra Oscar sem veikur, sko. Já, að fara til Kína leikur, eitthvað álíka. Já, þú veist, það bara algjört grín, sko, meðan við erum bara með, þú veist, marga af okkar bestum leikmennum búin að vera middir í vetur, sko. Þannig að þá erum við bara einhvern veginn, erum menn bara farin að sjá okkur Chelsea að fara að stinga af og þá erum menn í einhverju þunglindi við því, þráttur að, sko, þú veist, takmarkið tímabilinu var auðvitað að komast í meistaradeildina og það ennþá í mjög góðum málum og svona. Þetta ágætt bara. Titilvonin sem ekkert búin heldur, sko? Nei, alls ekki. En Steini, ég ætla aðeins að koma inn á varandi Middlesbrough og þú ert búin að fara það víða á Englandi, sko. Ég var að lesa uppbytun á Kristján Atla og ég var ekki búin að gleyma hvað ég þorði ekki í Middlesbrough. Helvítið Middlesbrough, þeir fóru illa með okkur til dæmis síðast þegar við vorum með okkur sjens í deildinni. Hefurðu farið þarna og hvernig tilfinningu hefur fyrir þessum leik? Heldur við séum sama tak þeir hafa á okkur. Ég man ekki hvernig Liverpool hefur við erum búin að vinna 2 á síðustu 13 leikjum. Held ég þangað í deildinni sem náttúrulega síðast 2009 held ég. Hefurðu farið? Nei, og ég ætla ekki að fara þarna. Þetta bara ég myndi bara að sé eins og Mordor eða eitthvað, sko. Já, sko, ef ég fer svona norðarlega þá fer ég til Newcastle, það alveg á dæru. Ég held að Klopp, hann hefur aldrei farið þarna. Jú, það ekki Lucas hann hefur farið þarna, en restin held ég að sé ekkert að míga eða skýta á sig úr hræðslu því að þeir töpuðu þarna einhvers staðar síðast, sko. Ég held að þetta hafi akkurat engin áhrif. Jú, stundum þróast þetta þannig, sérstaklega ef það eru ykkur sterkir útivellir sem bara erfitt að koma á, en þarna eru menn bara klárir í verkefnið eða ekki. Ég held að skipta engum máli hvort að völlurinn heitir Riverside eða ekki. Það meira í nösunum á okkur stuðningsmönnum. Nei, þetta algjörn ruglaður. Þetta alveg eins og Kristján allir að tala að sé ekki jinx til, sko. Þetta hefur allt að segja hvort þetta sé Riverside eða ekki, sko. Já, ok. Maggi, við erum að tala um þess að djúpu lægð hjá okkur og þú veist, sem náttúrulega vissulega leitið smá hlægilegt, en hvað erum við að tala um? 40% stigasöfnun? Já, 44? 42%. Þetta er fljótt að vera lagð ef við töpum annað, sko. Það er náttúrulega bara nákvæmlega þannig sem það ég held að við höfum svo sem ekkert, ég held allavega en enginn okkar hafi verið að láta sér dreyma einhvern meistaratitil og það ég er búin að segja það frá hausti að það væri nærri því stærra mál heldur en hjá Leicester í fyrra vegna þess að það bara betri lið núna og eru betur þjálfuð í kringum okkur. Þannig að meistaratitil, ég er sammála því og við erum alveg ennþá inn í meistaradeildarsæti og við erum að tapa Arsenal í kvöld því það að með sigur á morgun náum þeim á stigum, sko. En það er kannski bara uppbytunin hans Steinar sem bara að mínu viti það sem þarf að gerast og við erum auðvitað ennþá með lið sem hefur sýnt ýmislegt en síðustu 4 leiki hafa sérst ákveðnir veikleikar sem við verðum bara að fara að sjá að verði því verður bara útrýmt með sigri á morgun, þá erum við komnir á einhvern fínan stað aftur, væntanlega þá í annað sæti með stöðunni eins og hún í kvöld og á góðu rönni bara ennþá og í þessu markmið okkar sem hlýtur að vera eins og Einar Örn sagði að komast inn í meistaradeildina. Ég held að hitt sé
mjög ólíklegt og satt að segja þá, alltaf eins og það lítur út núna, þá held ég að Chelsea sé með yfirburða stöðu í þessari deild strax, bæði vegna þess að þeir eru með besta leikmannhópinn sennilega og sennilega jafngóðan þjálfara við. Að þú veist, tapa morgun, þá náttúrulega vitum við það, þá erum við að fara inn í Derby-leik sem er líka hundarfið, við erum að ræða hann á eftir, að þá erum við alveg að fara að tala um það að lægðin sem er ekkit orðin djúp en hún er samt, hún er ekki góð, síðustu 4 leikir eru vonbrigði líka út frá þeim mótorinn sem við erum að spila við, þetta eru allt lið fyrir utan Southampton sem er í bottom 6 í deildinni þegar við spilum við þá, þannig að það er það, við getum heldur ekkit svona að segja bara, já, þetta er nú bara svona blipp í þessu öllu, við þurfum að fara að sjá, sko, liðið snúast aftur í og þá er ég ekki bara að tala um það að ná einhverjum stigum eða sigrum, heldur auðvitað viljum við sjá aftur þetta lið sem við sáum fram að landsleikjaliðinu og var, þú veist, auðvitað kannski er maður dekstaðar að hafa verið þarna að horfa á live þannig Watford leik þar sem að leikurinn hefði getað farið 11-1, að við þurfum einhvern veginn að fara að sjá lið sem að nær aftur að skella sér inn á þessa braut og þá er þetta allt í góðu, þannig að leikurinn á morgun er alveg mínu þetta heil mikilvægur og það er ekki bara að fara aftur út með ekki þetta þú tekið það á mig alveg ekki spurning og það er að tala um Middlesbrough og ég sá þetta lið spila fyrir einhverjum 3-4 umförum, þetta er svona sekt, þetta er öðruvísi liðin ég reiknaði með þetta spænskur þjálfari, þetta er svona sekt lið en svona klókir leikmenn þarna inn á milli, þannig að þetta verður ekkert einfalt að fara þarna upp yfir og vinna þennan leik sko. Þeir fá sér mjög lítið að mörkum eins og við fórum gegnum uppbytuna og eru svona búin að vera nokkuð á mörguleiti nokkuð sólid í sínum aðgerðum. Það er ekkert svona fancy við þetta lið og það er alveg eitthvað sem að ég held að geti svona verið okkur pínu bara erfitt að fara í gegnum lið sem er svona pretty solid með að Chelsea var þarna 1-0 í leik sem að þeir þurftu þvílíkt að hafa fyrir því. Þeir ná stigi úti á móti Arsenal, þú veist, þeir eru búin að vera að taka ágætis úrslit hingað til, þannig að við erum bara á þeim staðnum að vera að fara í hunderfiðan leik og ef við vinnum hann ekki á morgun þá getum við mist sko City fyrir okkur og Tottenham á þá möguleikar að vera að koma inn rassinn á okkur eitthvað svona, þá er alltaf einhvern veginn bilið að styttast og þá einhverjum tímapunkti verður þetta viðurkenna að við séum kannski komin á einhvern stað að vera ekki alveg að vera komin í einhverja djúpa lægð og ég myndi segja það að við þurfum að mínu viti 4 stig út á næstu 2 leikjum til þess að vera ekki svona búin að vera pínlítið kildir í maðan 2 stig eða 1 stig eða ekkert stig, þá erum við auðvitað komin í djúpa lægð. Já, það er flott að breyta sér. Kristján, þú tókst uppbytun fyrir Middlesbrough og það sem ég veit þetta lið er að ég séð eitthvað af því að þeir fá á sig mjög fá mörk, þeir fengið á sig færri mörk heldur en til dæmis Liverpool og allavega ekkert lið í neðri hluta deildarinnar fengið á sig færri mörk en þeir líka skora afskaplega lítið. Lastuðu eitthvað mikið til það fyrir uppbytun, annað? Alls ekki. Ertu með eitthvað tímamóta fróðleik sem okkur vantar Middlesbrough? Alls ekki neitt, ég hef ekki séð mínútu með þessu liði í vetur og vonbrigði, Kristján. Við lögðum þetta fyrir þig að koma með Middlesbrough uppbytununa og þetta er bara skandal. Ég man ekki einu sinni hvað hann heitir stjórinn hjá þeim, var þetta ekki gamli aðstofnarnas Mourinho? Já, og ég veit þeir eru með Barragan og eru með Fabio frá United líka í bak. Já, hann er annar týpurinn. Downing og Ayala, kallarnir mínir. Og Downing og Ayala, þetta eru 3 Liverpoolmenn. Það eina sem ég veit um þetta lið, eins og þú segir, þeir hafa þeir hafa bara unnið 2 leiki af 15, en þeir hafa verið að gera mikið af jafnteflum. Þeir skora lítið, fá á sér lítið og hvort sem að það verður komið ljós, hvort að það er eitthvað gríla í þessum velli yfir þessum velli gagnvart okkar leikmönnum, en ég held að það, þú veist, að Middlesbrough stuðningsmennirnir eru vel meðvitaðir um söguna og þannig að við getum alveg búist við hörku andrúmslofti og annað í kringum völlina á morgun og eftir að hafa, eins og ég segi, ég kalla þetta ekki einhverja djúpa lægð ennþá, menn bara skutu sér í fótinn 2 leiki í röð þar sem að menn voru í sigurstöðu og átt að klára báða leiki. En fyrir viki stillir það liðinu svolítið uppi vegg fyrir þennan leik, það verður stemning á morgun, þetta lið gefur ekki mörg færi á sér. Eins og Maggi segir, ég sá nú ekki þann leik en Chelsea greinilega þurfti að hafa fyrir því að vinna 1-0 þarna og það er bara prófið sem er á morgun. Þetta verður örugglega ekkert auðvelt gegn liðið sem gefur ekki mörg færi á sér og gegn stemmingsvelli og annað slíkt og þjálfarar sem er alveg eldri en tvívetra og kann fótboltafræði og hefur verið ágætt í skóla í þessum málum að vera þéttir og
og fá mörk á svo annað slíkt hjá Mourinho. Þetta bara verkefni sem býður mann. Ætla menn að finna, ef að þetta ekki eitthvað free flowing þannig að Mane fær fullt af plássi og minni getur verið upp að endalínu allan leikinn og annað slíkt, ætla menn að finna aðra leik gegn og það verður bara koma svolítið í ljós á morgun. Ég býst fastlega við þann leik. Ég eyddi náttúrulega, og kannski líka því að ég vissi ekki mikið Middlesbrough, og eyddi ég megninu af uppbytuninni að tala þessa kannski grílu af því að það svona það sem mér efst í minni þegar Middlesbrough mætti aftur upp í úrvalsdeildina og síðan bara í rauninni að tala Liverpoolið að Já, ég var nú bara að stríða, þessi gríla þarna og annað slíkt, en Liverpool var bara samt að vinna þennan leik og við bara gerum þá kröfu og það verður að koma í ljós ef að grílan lifir og eitthvað svoleiðis, þá verðum við bara að kryfja þann leik í næstu viku, en ég á ekki vona á öðru en að Liverpool hefur verið sterkari og ég vona að ná að vinna. Já, Steini, við tökum aðeins í restina Everton frændiðinir, þeir voru ekki búin að vinna núna síðustu 5 leiki og eru nú að taka frábæran heimasigur á móti Arsenal sem reyndar fagnaðarefni fyrir okkur, Steini, við fögnum alltaf Everton sigur á móti Arsenal, sko. Enda Já, það. Ég sá það bara á þér, þú ert búin að opna eitt kaldan. Hvernig svartsýnustu stuðullin á þér? Er þetta alveg típist að þeir hrökkvu í gang núna fyrir leikinn móti okkur eða er þetta ekki bara sigurleikurinn búinn í bili? Þetta er alveg bara hræðileg tilfinning alltaf fyrir þessa leiki. Það er ekkert flókið, það er alveg sama hver staðan á þessum liðum er, þetta er alltaf sama tilfinningi, það er ekkert verra í... Sama spurning völlin, hvernig lýsir þú þessum velli? Þú ert nú tíður gestur eða ekki? Já, mjög tíður. Ég farið einu sinni þarna og það var alveg nóg. En þetta verður bara... Þessi úrslit í kvöld hjá Everton á móti Arsenal búin að vera á flugi, þetta sýnir bara hvernig þessi enska deild er og mér finnst vera alveg rosalega primatúr að vera að tala um Chelsea og að hlaupa með þetta í burtu, sko. Það er ekkert langt síðan að þeir voru í duftinu nýbúin að tapa á móti Liverpool og stórt á móti Arsenal og talaði að Conte bara væri að fara. Þannig að þetta er svo óbóðslega stutt þarna á milli, fex og ófex. Það þarf ekki annað en eins og hjá okkur. Við erum búin að vera núna að tapa niður 2 leikjum sem áttum bara að vera með í hendinni núna á mjög stuttum tíma. Og þá er bara allt orðið bara skelfilegt. Það breyttist á 7-8 dögum, breyttist úr því að vera bara title contenders og allir bara slefandi og missandi þvag yfir í það að vera bara nánast á atlægi samkvæmt fjölmiðlum. Hvaða allir, Steini? Ég hef ekki orðið var við þessu umræðu. Ég held að menn séu meira bara pirraðir við 2 leikjum heldur en þeir eru búin að afskrifa lið. Fjölmiðla umfjöllunina. Það er enginn í dag að tala um það sem var talað um fyrir svona 8-9 dögum, það sem mann voru að tala um bara, já, herru, þetta er bara Liverpool, Chelsea eru bara að fara að taka þetta einvígi alveg til enda. Því það var ekkert sem benti til annars. Síðan kemur hiccup í 2 leikjum og þá skyndilega breytast hlutirnir svo rosalega. Ég er ekki að segja að þetta sé svona heldur hvað hlutirnir geta breyst á stuttum tíma. Hvernig núna horfa menn á Chelsea sem bara, þeir eru bara að fara að hirða þessu dollu. Það getur breyst eftir 8-9 daga, þá eru þeir búin að slysast til að missa leiki niður. Ég horfði á allan að leika móti West Brom. Það voru bara ein mistök sem þeir gerðu þarna West Brom og Costa nýtti sér þau og þá fór sem fór, sko. Það þarf ekki annað en að þetta eitthvað hinum megin. Tökum það saman, við ætlum að fara að ljúka þessu loka orð spá fyrir báða þessa leiki, hvernig komum við út úr þessu raunni og svo þið hinnir tökum aðeins hvað segið Everton leikinu og svo vil ég bara fá spá hjá okkur. Ég ætla bara að vera bjartur á þetta. Ég er bara að vonast til að menn haldi haus tilbaka og sé ekki í þessum jólagjöfum alveg fram að jólum, þannig að ég bara ætla að spá okkur sigur í báðum leikjum og við komumst bara back on track. Maggi? Já, ég bara... Eitthvað með Everton að lókum? Já, ég held að við bara, þetta er bara eins og í öllum leikjum að mér veitir í vetur, þú veist, þá er liðið okkar þannig einhvern veginn að við höfum
geta unnið alla leiki í vetur sem við spilað og ef þeir ná einbeitingin í 10 mínútur þá getum við alveg endað þetta eins og Steini. Í dag finnst mér ég ekki alveg átta mig á hver staðan hjá þeim. Ég hef áhyggjur af því hvernig það stillir upp á morgun, ég hef áhyggjur af því þessari litlu breytt sem við höfum og þetta verður erfitt. Þannig að ég myndi spá því að við myndum taka stig á morgun og vinna svo Everton. Það einhvern veginn svona það sem ég horfi á þetta núna. Ég veit að gerir mér vonir eins og Steini að við séum bara með eitthvað svona smá hikst í þessum síðustu. Ég vil meina þetta sem heldur en 2 leikir. Við vorum náttúrulega gerðum jafntefli á Southampton og vorum ekki sannfærandi lengst á móti Sunderland. En það var líka þeirra leikaferð sem kannski bauð ekki upp á margt. En ég einhvern veginn svona kalla það að við náum í þessi 4 stig sem ég finnst ásættanlegt í þessum næstu 2 leikjum. Ég meina 2 stig myndu heldur ekki drepa allt eða eyðileggja seasonið en á sama hátt þá myndi ég vilja sjá meiri. Þannig að ég hef trú á því að við fáum 4 stig út úr þessum 2 leikjum en ég í dag veit ekki hvernig það myndi raðast. Ég held að það sé aðeins ég á því að við náum ekki að vinna það báða. Ég held að jafntefli og sigur verði það í þessum 2. Everton-leikurinn, bara alltaf bikarúrslitaleikur og þú getur aldrei spáð fyrir því. Ég er mjög glaður að Jelka er í banni á móti okkur og rekinn út í blálókin í kvöld. Það mun skipta það máli að hafa hann ekki með því hann hefur náttúrulega verið nokkuð akkerið í þessum leikjum. Þannig að það veikur manni pínlítið meiri gleði. Þannig ég ætla að fór enda þetta á því að segja 4 stig og við erum í fínum málum. Hvað kemur þá þetta? Funes Mori gerpi inn þá aftur? Já, allir það ekki bara. Það er ekki dórlega létt. Hann hafa ennþá verið bannið á móti Liverpool, sá aftur. Kristján Atli, hvernig vinnu þessu 2 leiki? Það er ekkert boðið 4 stig. Ég ætla að taka raunsæða mati á þetta. Þið viti, ég þarf alltaf að vera svo gaur. Og að því að engin annar er búinn að því, þá ætla ég bara að klára mína þáttöku á því að segja fari Everton til fjandans, eins og venjulega. Fokk þeim bara. Þetta verður erfiðar á morgun af því að Middlesbrough fá færi á sér annars slíkt. Everton er að koma til með sérstaklega eftir að sigur í kvöld að reyna eitthvað að sækja og halda eins og þeir gera alltaf reglulega að þeir séu betri en Liverpool og það spilast upp í hendurnar á okkur. Þannig að 2-0 á morgunni sem ég spáði í uppbytuninni og það verður svona eitthvað smá þrælað. Það verður Milner úr vafasamri vítaspyrnu og svo þrælar Henderson eða Lallana inn einhvern frákast einhvers staðar. Og svo kemur Sturridge inn í þetta, hann elskar fátt jafn mikið að skora gegn Everton og hann setur 2 á mándaginn, 2-0 það líka. Mál dautt, góð jól. Bara staðfest. Einar Örn, þú átt loka orðin í dag á þeim félögum. Já, ég ætla bara að vera bjartsýnn eins og ég nú oftast og ég segja að við vinnum leikinn á morgun 3-0, komumst loksins að stað og förum upp í annarsæti. Og þá held ég að öll þessu umræði muni deyja og við munum svo vinna líka á gegn Everton. Mæl þú manna heilastur? Það er bara samþykkt. Ég held að þetta verði mjög erfitt á morgun en við tökum það 2-0. Við höldum hreinu í þessum leik þegar ég gerum vonurum, þannig að mögulega kannski það með ykkur að fara að skoða það hjá mér bara hvernig ég er að haga mínu lífi en ég ætla að spá þessu og Everton verður 0-1 líka. Ég er alveg eins og Steini óðslega smekur fyrir þessa leiki. En strákar, ég held að þetta sé bara dagskráin tæmd í bili og ég þakka fyrir í kvöld.